Í fyrsta lestri var frá því greint að sveitapiltur, Guðmundur að nafni, að sækja hest á Blíðviðristegi snemma hauss. Af tilviljun fer hann hjá Árvaði og rekst þar á heimasætu á næsta bæ, Sigrúnu Maríu. Hann hefur ekki hitt hana all lengi og ætlar naumast að þekkja hana aftur, svo mjög hefur hún þroskast og breyst. Hann reiðir hana yfir ána og fer hjá sér, verður feiminn og undarlegur innanbrjósts. Þau ræðast við á árbakkanum og stúlkan spyr hann hvað hann sé orðinn gamall. Hann er nýfarinn að klifrast á 17. árið en hún er á 18. Henni þykir þetta lítill aldursmunur. Hún fræðir hann á því að faðir hennar sé 5 árum eldri en móðir hennar. Pabbi sagði að 5 ár væru engin aldursmunur, bætti hún við og jók trúnaðinn í röddinni. Hann sagði að amma sáluga á Klaustri hefði verið 12 árum eldri en afi og samt gátu þau ekki séð hvort af öðru. Þau voru jörðuð í sömu gröfinni. Pilturinn þekkti hvorki æviferil né andlát ömmu sálugu á Klaustri og dirðist ekki að leggja neitt til málana. Hann leit vandræðalega í kringum sig og var svo heppinn að koma auga á 2 straumendur, litlar og móleitar, sem flugu upp með ánni. Hann horfði á eftir þeim uns þær hurfu bak við lága bugðótta ása. Jæja, sagði Sigrún María og dustaði ósýnilega hrossamóðu af pilsinu sínu. En brosið dofnaði á vörum henni og málrómurinn var ekki eins opinskár og áður. Skelfing, ertu þögull og alvarlegur? Ertu að hugsa eitthvað sérstakt? Nei, svaraði hann dræmt. Getur ekki sagt neitt í fréttum? Það er svo sem ekkert að frétta, muldraði hann í barm sér og kyngdi munnvatni, greip annað pund strá, plokkaði því öxin og stakk því milli varana. Það var eins og hugsanir hans hefðu verið hnepptar í viðjar, kynlegar, mjúkar og angandi viðjar sem hann gat ekki slítið, vildi ekki slíta. Hann fann ekkert bragð að pundstráinu. Vel á minnst, á ekki pósturinn að koma næstu helgi, spurði hún. Jú, svaraði hann. Ég vildi óska að ég fengi bréf með póstinum, sagði hún. Mér þykir svo gaman að fá bréf. Ég vildi óska að einhver skrifaði mér. Það þyrfti ekki vera langt bréf. Bara að fá eina línur. Hann þagði. Mér þykir svo gaman að fá bréf, endurtók hún og gaf honum gætur, en þegar hann þagði sem fyrr, sló hún út í aðra sálma. Hvernig gekk heyskapurinn hjá ykkur í sumar? Ó, svona bærilega, svaraði hann, tíðin var svo góð. Já, ágætt, sagði hún og leit snöggvast á skýin á himninum, kyrrlát og hlýleg. Við heyjuðum líka miklu betur en í fyrra. En við erum ekki búin að taka upp kartöflurnar ennþá. Eru þið búin að taka upp kartöflurnar? Já, við gerðum það núna helgina. Og hvernig var vöxturinn? Ég held hann hafi verið með skásta móti. Ég hugsa að vöxturinn verði líka góður hjá okkur, sagði hún. Það sprettur alltaf svo vel í görðunum fyrir framan bæinn, en rófurnar hafa aldrei þrifist almennilega í gömlu kálgarshólunni hjá hesthúsinu. Það er einhver ódöngun í moldinni. Hún leit aftur á stíginn, sveiflaði pinglinum, steig fram á fótinn, kipraði augnahvarmana lítið eitt og faldi brosið á vörum sér. Hvernig leggst haustið í þig? Spurði hún. Vel eða illa? Hann varð að viðurkenna að haustið legðist öngan veginn í sig. Hann hafði í rauninni ekkert það hugsað. Honum fannst sumarið drottna ennþá yfir jörðinni.
Það hefði bara verið dálítill norðangjóstur undanfarnar nætur. Nú var aftur komin blíða og góðviðri. Ert ekki klókur að spá? Hélt hún áfram. Hverju spáirðu? Það veit ég ekki, svaraði hann. Ég kann ekki að spá. Ha? Kannt ekki að spá? Ég er svo aldeilis hissa, sagði hún undrandi og hló að fávisku hans, hristi höfuðið og gerði gys að honum. Já, hérna, skelfing ertu bjálfalegur, drengur. Það geta allir spáð, nema þú. Ætli haustið verði ekki gott, tautaði hann kafrjóður og þurfti enn að rannsaka hnútinn á beislistömmnum. Ætli tíðin verði ekki góð fram að jólum. Mikið var, sagði hún. Ég vissi alltaf að þú gast spáð eins og aðrir. Ég geti best trúa að þú væri mesti spágarpurinn hérna í sveitinni. Þú ert bara svo glúrinn og merkilegur. Þú fest ekki til að segja neitt. Hún strauk lófanum hnakkan til þess að vita hvort samneldi fléttuhnúturinn hefði raknað upp eða gengið úr skorðum. En þegar hún hafði sannfærst að hnúturinn færi vel í alla staði og hefði hvorki losnað né aflagast, varp hún öndinni og leit spyrjandi á piltinn, eins og hún ætti von á því að hann tæki til máls. Pilturinn þagði. Hún horfði á gulbrúna ásana í landareign föður síns og hlustaði nokkra stund á kvakið í helsingjónum upp í loftinu, en grænleitur kembingurinn í augum henni virtist dekkri en áður. Það hvarf einhver speglun úr svipnum, brosið á vörunum dróg sig í hlé og spékopparnir urðu flatir og grunnir. Jæja, það er víst best að halda heimleiðis, andvarpaði hún að lokum og sýndi á sér fararsnið. Sagðistu ekki ætla að reiða torf á klárnum? Jú, svaraði hann. Ég er búin að tefja þig allt og lengi, sagði hún og rétti honum höndina, sterka og hlýja. Ég þakka þér kærlega fyrir flutningin yfir ána. Það er ekkert að þakka, tautaði hann í hálfum hljóðum. Ég hefði líklega dottið í strauminn og kannski drukknað ef þú hefðir ekki komið til mín, sagði hún þakklát og þrýsti fingur hans í kveðjuskyni. Ég skal einhvern tíma gefa þér gott kaffi í staðinn. Síðan gekk hún léttfætt upp frá árbakkanum, en þegar hún var komin að bungunni á ásnum, þar sem lyngið roðnaði og gulnaði eins og eldur, sneri hún sér við og vingsaði pinklinum sínum. Veistu hvað ég var að hugsa? Nei, kallaði hann á móti. Ég vil ekki segja það. Reyndu að lesa, kallaði hún gáskafullum rómi og hreyfði hægri höndina nokkrum sinnum eins og hún væri að skrifa eitthvað í loftið. Því næst hélt hún áfram án frekari skýringa, leit ekki öxl og hvarf bak við lyngrauðan ásinn leið og pilturinn greip í faxið á gránagamla og bjó sig undir að fara aftur yfir ána. Hann hafði stöðugt ákafan hjartslátt og heyrði rödd Sigrúnar Maríu hljóma í eyrum sér, káta, hláturmilda og ögrandi. Skynjaði jafnvel návist hennar ennþá og fann hitann frá skrautprjónuðu peysunni leggja gegnum sig og sameinast regnbogamóðunni í brjósti sér eins og geisli dögg. En þegar hann var kominn yfir ána, kominn spölkorn út á móana hinum megin, sá hann skyndilega að jörðin hafði breyst. Jörðin var ekki framar haustjörð, brúngul, silfurgrá, bleik og rauðleit. Hún var græn, hvanngræn og ljósgræn, allsveipuð þunnri slíkju, vorléttri grósku slíkju, eins og óttuskeið snemma á sólmánuði. En yfir henni allri hvíldi einhver kyrrð og helgi sem vakti bæði lotningu, eftirvæntingu og gleði.
Hann horfði undrandi í kringum sig, horfði yfir þessa nýfæddu grænu jörð sem virtist tala til hans á máli þagnar og leyndardóms, sefa hjartslátt hans og hvísla að honum í sífellu: Ég breyttist vegna þín, vegna ykkar, því að enginn fær að sjá mig nema þú, nema þið. 3. kafli. Hann duldi hamingju sína fyrir öllum. Það var ekki hægt að segja frá henni, ekki unnt að lýsa henni með orðum. Nei, enginn mátti vita hvað komið hafði fyrir hann hjá vaðinu og ánni, jafnvel ekki móðir hans, því að hún mundi ekki skilja litbrigði jarðarinnar. Hún mundi ekki trúa því að jörðin hefði allt í einu snúist frá hausti til vors og hjúpast grænni, munarblíðri hulu eins og óttuskeið snemma á sólmánuði. Hann vaknaði stundum miðjar nætur og titraði af undarlegum fögnuði, starði út í myrkrið í baðstofunni og hlustaði ekki á andardrátt foreldra sinna og systkina, heldur hljóðfæraslátt í brjósti sér, djúpa viðkvæma tóna sem risu og hnígu eins og bylgjur, fluttu hann norður að ánni og sveifluðu honum í námunda við lyngrjóðan ásinn, þar sem Sigrún María hafði staðið fyrir fáeinum dögum og veifað til hans að skilnaði. Það var eins og myrkrið hitnaði og brynni. Hann sá grænum leifturum bregða fyrir inn í baðstofunni, fann rósóttan skíluklút strjúkast við vangann og reyndi að geta sér til merkingu ósýnilegra skrifta í loftinu. Uns það rann upp fyrir honum á þögulli og tunglbjartri nótt að hljóðfæraslátturinn sem fyllti brjóstið og gagntók hann allan var hljóðfærasláttur ástarinnar. Ástin hafði komið til hans á fyrsta degi haustmánaðar þegar sérhvert laufblað andaði frá sér hinstu ilmkveðju sumarsins. Hann gat ekki sofnað aftur fyrr en undir morgun og þegar hann kom á fætur var jörðin grænni en nokkru sinni áður. Hann fór einförum, gerði sér erind upp að fjalli, þóttist vera að gá til kinda og reikaði lengi dags móana við rætur fjallsins, talaði í hálfum hljóðum við sjálfan sig og hvíslaði leynilegum skilaboðum í norður. Það var kyrrt og bjart umhverfis hann, farfuglarnir horfnir og grösin sölnuð, en þöglir smyrlar á flugi undir hömrónum og ofurlítil héla í skorningum milli þúfna. Haustið drottnaði yfir jörðinni, en þó fannst honum allt vera grænt og hlýtt, þrungið mildri og djúpri ángan sem minnti bæði á ljósbera og mjaðarjurt. Það ómaði slíkur hljóðfærasláttur í brjósti honum að hann viknaði af gleði, blessaði stráin og mosann, himininn og dagsljósið, strauk hrjúfa klettana með heitum lófanum og bað til Guðs að músarindillinn sem flögraði meðfram götunni undir fjallinu og rjúpan sem kúrði upp á syllunni yrðu aldrei hungruð og köld í vetur. Já, hann bað fyrir öllu sem átti bágt á jörðinni. Þessi hljóði og fölvi haustdagur vígði hann til nýs lífs. Hann varð svo góður, hann varð svo auðugur. Græna veröldin í hjarta honum, sem angaði eins og ljósberi og mjaðarjurt, ómaði eins og lágvær mjúktóna strengjasveit, vildi láta hann hjálpa öllu, líkna öllu, svo að hann fyrirgaf jafnvel smyrlunum grimmd þeirra og blóðþorsta. Og þegar hann gekk loks heim að bænum í rökkri, trúði hann fyrstu stjörnunni í norðri fyrir kveðju til Sigrúnar Maríu. Þinn elskandi, hvíslaði hann að stjörnunni í norðri, þinn til dauðans. 4. kafli.
En það var engu líkara en heimurinn hefði komist á snoðir þessa grænu, undursamlegu veröld, fyllst öfund í garð hennar og ákveðið að láta ekkert tækifæri ónotað til að hrella fegurð hennar, sundra henni og tvístra, eða helst af öllu afmá hana í skjótri svipan úr brjósti honum. Menn og veður lögðust á eitt. Himinin jós ýmist regni, slyddu eða hagli yfir jörðina, stormarnir blésu, síðustu litirnir slokknuðu í móanum og ömurlegur grámi settist af völdum. Pilturinn fór öðru hverju í smalamennsku með bendunum í nágrenninu, öllum nema föður Sigrúnar Maríu. Það var kalsi og hraglandi, for í réttinni og jarmurinn dapur. En bendurnir létu sem ekkert væri, hristu blautt skeggið, stungu upp í sér rullu, tvístigu í eðjunni, spýttu, tugðu og bölvuðu, þukluðu margsinnis á hverri kind, ættferðu hana, röktu ævisögu hennar og þráttuðu kynngæðin. Þeir stjökuðu við piltinum þegar hann var óeðlilega lengi að glöggva sig á marki, eða hnipptu í hann og spurðu kímandi hvort hann héldi að Rollansvarna væri kvenmaður, hvort hann væri farinn að semja bónorðsbréfið hérna í réttinni, eða kannski bakla saman vísum til einhverjar heimasætunar. Og þegar hann roðnaði og fór hjá sér í kalsanum og rigningunni, þá spýttu þeir út úr sér tóbakslegi og sögðu hróðugir: á jæja kallinn, datt mér ekki í hug. Hann varð að hafa sig allan við til þess að vernda grænu veröldina í hjarta sér. Þeir þekki ekki ástina, hugsaði hann. Þeir hafa aldrei verið ástfánir, aldrei fundið angan á ljósbera og mjaðarjurt síðla á hausti, aldrei hlustað á ljúfan hljóðfæraslátt meðan aðrir sváfu eða beðið stjörnu í norðri fyrir eftirfarandi skilaboð: þinn elskandi, þinn til dauðans. Hann reyndi að láta ekki glens þeirra á sig fá, reyndi að bera sig mannalega og leggja orð í belg þegar þeir drógu einhverja kindina út úr hópnum og þjörkuðu sem harðast uppruna hennar og atgerfi. En rödd hans hljómaði andkannalega, orðin þveldust fyrir honum og leiddu hann í ógöngur, svo að bendurnir hlógu ýmist að honum eða sýndu fram á það með óyggjandi rökum að hann færi með staðleysur einar og fleipur. Hann var oft hljóður og angurvær þessar mundir. Stundum sat hann lengi á koffortinu fram í eldhúsi og starði inn í glóðina í rökkrinu, melti ekki orð frá vörum og heyrði ekki neitt að því sem framfór í kringum hann. Það var eins og hann vildi lesa forlög sín í glóðinni. Hann tók þegjandi við matnum sem móðir hans rétti honum, borðaði lítið og gekk frá leifðu. Og hún spurði hvort hann væri lasinn. Nei, hann var ekkert lasinn. Þú ert orðin svo listarlaus, sagði móðir hans. Það gengur eitthvað að þér. Nei, svaraði hann og hélt áfram að stara í glóðina. En eitt kvöldið veitti hann því athygli að systir hans gaf honum gætur. Hún stóð í horninu hjá eldavélinni, frekknótt og gelgjuleg, rjálaði við ljósa fléttuna og virti hann fyrir sér í laumi. En svipur hennar var þrunginn hluttekningu og óþolinmóði. Hún var 2 árum yngri en hann og hafði verið fermd í vor. Mundi, sagði hún þegar móðir þeirra og bræðurnir höfðu vikið sér frá. Ég veit vel af hverju þú ert svona skrítinn. Hann lét sem hann heyrði ekki til hennar og þagði. Ég vaknaði í fyrrinótt, sagði hún. Nú, sagði hann önuglega og skildi ekki hvert hún fór. Já, hvíslaði hún. Þú talaðir upp úr svefni. Hann fann hvernig blóðið þaut fram í vangana, hvernig hársvörðurinn hitnaði og hvernig græna veröldin í hjartanu kipptist til
eins og hún hefði verið stungin. Hann þorði ekki að líta upp, þorði ekki að hreyfa sig, því að leyndarmálið hans var ekki framar leyndarmál. Hann hafði sjálfur ljóstrað því upp í svefni. Og systir hans, sem stóð þarna í horninu, frekknótt og gelgjuleg, hafði ráð hans í hendi sér, þó að hún væri 2 árum yngri. Það var engin vakandi nema ég, hvíslaði hún, og ég skal öngum segja frá því, mundi minn. Segja frá hverju? Spurði hann og reyndi að stilla titringin í röddinni. Þessu hérna, þú skilur, hvíslaði hún og deplaði augunum framan í hann, en rjálaði því næst við fléttuna og þagði nokkra stund. Heyrðu, Mundi, sagði hún loks og hekkaði róminn. Þú lofaði mér fyrir löngu að gera við læsinguna á kíslinu mínum. Hvenær? Spurði hann. Einhvern tíma í sumar, svaraði hún. Það er svo leiðinlegt að eiga enga læsta hyslu. Jæja, sagði hann þyrkingslega og stóð á fætur. Komdu þá með Hjerti. Ég verð að gera við hann út í skemmu. Þarf ég að taka dótið mitt úr honum? Spurði hún. Nei, þess þurfti hún ekki. En það væri kannski betra að hún kæmi líka út í skemmu og stæði hjá honum meðan hann væri að athuga læsinguna. Hún gæti kannski haldið á skrúfum fyrir hann og rétt honum hamar og naglbít. Hún hlýddi honum umyrðalaust og stóð hjá honum meðan hann dundaði við að festa læsinguna og treyndi sér verkið sem lengst. Hann gaf henni auga, vætti þurrar varirnar og blístraði lagstúf. En þegar honum var ljóst að hann gæti ekki treynt sér verkið öllu lengur, sneri hann baki að systur sinni og ræsti sig.